Guð, þú sem ert brunnur og lind náðarinnar, allt hið góða kemur frá þér og af því gefur þú okkur ríkulega. Opna þú hjörtu okkar svo að við sjáum og skiljum það og lærum að þakka þér fyrir gæsku þína og miskunnsemi svo lengi sem við lifum. Amen. Gleðin er alvöru mál. Það er skylda kirkjunnar að halda á lofti gleðinni í þeim góðu fréttum, því fagnaðar erindi sem okkur er treyst fyrir. Einu sinni sótti ég skóla þar sem skólasöngurinn var ákall gleði í ljósi fagnaðarerindisins. Gleði, 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 gleði líf mitt er, því að Jesús Kristur það gefið hefur mér. Ég vil að þú eignist þetta líf, því að það er gleði, 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 gleði alla tíð. Gleði er eitt af megin stefjum Biblíunnar og ákallið að gleðjast í öllum aðstæðum birtist eins og rauður þráður í gegnum ritsafnið. Heimild mín í þessum efnum, þó ég sé biblíufræðingur að mennt, er Pollyanna, en margir muna eftir skáldsögunum og Disney-kvikmyndinni munaðarleysingjan glaðbeitta. Pollyanna sér lífið í rósrauðum bjarma og hughreistir meðal annars bölsýnan prest með þeim orðum að faðir hennar heitinn hafi talið yfir 800 ritningastaði þar sem gleðin er megin stefið. Ég vil færa fyrir því rök að okkur beri að taka gleðina fastari tökum. Okkur ber að taka gleðina alvarlega. Það er ekki til róttækari leið til að lifa lífinu en að vera glaðlyndur. Og það kostar hugrekki að vera glaður. Í nútíma okkar bera auglýsingar og tímaritan boðskap að þú þurfir eitthvað til að vera hamingjusamur. Vöru, ímynd, útlit. En gleði er ekki afleiðing þess að allt sé í lagi. Hún er ákvörðun að allt er í lagi, þrátt fyrir allt sem ógert er og þyrft að gera og aðrir þyrftu að gera og svo framvegis. Ég get ákveðið að vera glaður, að vera glöð. Í bréfum Nýja testamentisins birtist áhugaverð þverstæða í garð gleðinnar. En dæmi þá þverstæðu er að finna í upphafsorðum Jakobs bréfs, þar sem segir: Kæri söfnuður, álítið það mesta fagnaðarefni er þið ratið í ýmiss konar raunir. Þverstæðan er augljós, varla á bréfshöfundur við hvatningu að gleðjast yfir raunum, heldur hvatningu að gleðjast í raunum. Mögulega á hann við að gleðjast yfir trúfesti Guðs í raunum, mögulega á hann við að gleðjast yfir þeim möguleikum sem felast í raunum til vaxtar og þroska, en ljóst er að höfundur skilur og skynjar þann mátt sem felst í gleði, andspænis raunum og í raunum. Eins öfugsnúið og það kann að hljóma, kennir Biblían að við eigum að gleðjast mest þegar mótbyrinn er mestur. Þá þurfum við einfaldlega mest á gleðinni að halda. Að gleðin létt okkur verkefnið að takast á við erfiðleika. Gleðin er verkfæri sem við getum valið að beita í líf okkar og með gleðina að vopni verða verkefnin létt bærari. Öflugasta verkfærið, beittasta vopnið sem við eigum andspænis erfiðleikum er gleði. Gleði í samhengi Biblíunnar er ekki afleiðing, heldur orsök, ákvörðun en ekki ástand. Hún er val sem við eigum andspænis því verkefni að vera manneskja. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ég les Gleði eftir Má Elísson. Þegar augun fyllast glampa og brosið bætir svip, þegar lífið fyllist birtu og framtíð blasir við, þegar loftið blandast læfi og skýin feykjast burtu,
þegar hugur fyllist bjartsýni og vinir þyrpast að, þegar húmið fyllist gleði og hlátur nóttu sker, hefur gleðin barið að dyrum. Við skulum biðja. Metta oss að morgni með miskunn þinni, að við megum fagna og gleðjast, alla daga vorra. Gæska drottins Guðs vors sé með oss, blessa þú verk handa vorra. Amen.